it. Yeah, it's good. It's good. Girl. Við erum hérna Mættar í betri stofuna. aðeins búin að breyta til, sko. En við erum bara að prófa nýtt af því að, já, við svona, já, glemdum nokkrum hlutum í dag. Sjátt á alla sem eru með ADHD. Við erum líka manneskjur. Barely. En já, þetta skemmtilegt svona öðruvísi setup. Já, það samt alveg kósí líka bara að setja þetta með kaffibollan, vera chillið. Mike sem límdur á. Við erum bara hérna að prófa einhverja nýja mæka sem eru svona, já, ekki eins fyrirferðarmiklir. Akkurat. Mögulega ekki eins góðir, en þú veist, We'll make do. Ég held að það sé enginn í sögu podcastara búin að eiga jafn mikið issue með mæka eins og við. Ég er að segja, við erum mækarnir og forritin og þetta er allt saman. Við erum búin að vera bara, this is some fucking bullshit. Já. Þannig við ætlum bara að prófa þetta svona og vonandi verður hljóðu gott núna. Já. Bara pray for us. En hvað ætlum við að tala um í dag? Við ætlum að tala toxic vörur. Já. Þannig að ekki toxic sambönd eða eitthvað svoleiðis. Við ætlum að tala toxic vörur, þú veist, hvað eru toxic innihaldsefni í matvælum, snyrtivörum, bara daglegum vörum í bara lífi og fötum. Já. Everything, allt á milli himins og jarðar og við svona kannski tökum ákveðna hluti fyrir sem eru svona, já, maður getur fælt meir í enn, þú veist, náttúrulega því við getum ekki farið yfir bara allan skalan, en kannski líka bara ráð til að basically bara afla þessu upplýsinga sjálf. Já. Þú veist, af því það er náttúrulega fólk með mismunandi. Thank you. Við viljum ekki hári sig í hátaranum. Það væri verra, við erum allt í einu bara eitthvað. Svo er eitthvað sem meðutum að hára með sér fyrir aftan mig. Fyrir eitthvað sem er að horfa með allt eitthvað svona lag. Já, ég veit það. Ég er alveg bara... Já, maður er svona ættilega að snúa myndalega hins en það myndi ekki sjá sig, sko. Það liggur við. En já, ég held að þetta topic sé alveg eitthvað sem að, þú veist, allir mega svolítið svona pæla í. Við gætum látið þáttinn heita bara, þú veist, allt er að reyna að drepa okkur í dag. They're killing us slowly. Já, everything is killing us. Bara, þetta er, ég minna við erum náttúrulega hægt og rólega að deyja. Það bara kom aftur inn á það topic, bara we're all dying. En ég meina, við reynum samt að lifa eins lengi og við getum. Og nákvæmlega. Gerum það healthy og gerum það vel. Og við viljum hugsa hollræði og þannig að... As we can. Já, algjörlega. Og ég held líka bara að, þú veist, mikið af kannski því sem maður er að nefna, maður einhvern veginn fattar ekki, þú veist, eins og bara fyrir mig, búin að vera í fitnessinu, en það er samt helling af í rauninni hlutum sem ég mátti alveg borða í fitness sem er samt fucking óhollt, skilur, fyrir líkamann. Já. Bara eins og gerfisætur og allt svona dæmi sem er ekkert hollt. Já, eitthvað sem meira kannski bara til að enhansa performance og hérna... Já, eða enhansa bara bragðlaugana, skilur. Já, nákvæmlega, eitthvað sem er svona, ekkert endilega healthy en bara svona... Það getur alveg hjálpað. Já, bara þetta er sykurlaust og fitulaust en þetta er kannski að fara, þú veist, gera mjög slæma hluti fyrir þig. Já, in the long run. Já, in the long run, en þú veist, það er ekki alltaf sama sem merkja á milli að ef þetta er sykurlaust og fitulaust að þá sé það hollt. Nei, akkurat. Og ég meina, ég veit ekki, minnst líka bara svo ógeðslega mikið af upplýsingum og misinformation á netinu. Já. Þú veist, bara, þú mátt ekki borða þetta, þú mátt ekki gera þetta, þú mátt ekki, og maður er orðin bara liggur við, skilur, maður horfir á allt og maður bara já, það er bara að lifa á loftinu, svo bara loft er að drepa þig, maður er go no. Þetta er bara, everything is killing us. Þannig að, nákvæmlega. Svolítið svona pick and choose, svolítið bara. Hvaða er sem að, já, er virkilega slæmt fyrir okkur og hvað er virkilega, þú veist, eitthvað sem við getum breytt og eitthvað svona. Já. Nákvæmlega. En ég meina bara eins og fyrir mitt leiti og pældi ég rosa mikið í teflonpönnunum. Já. Og fyrir ykkur sem veit ekki, þá er teflon bara drullu eitra efni. Er það ekki hérna húðin sem er gert til að þetta sé stick-free? Eða? Jú, það er stick-free. Ég þarf að kaupa mér nýja pönnu. Já, ándjóks. Og svo líka versta er náttúrulega þegar byrjar svona molna upp úr henni. Oh god. Þá er þetta efni sem basically bara fer í líkamann. Þetta er bara sest inn í, bara, þú veist, þetta fer aldrei úr þér. Þetta er bara efni sem er bara forever chemical, bara í þér. Og hérna, ég horfði það er til mynd sem heitir, ég held að hún heitir Dark Waters eða eitthvað svoleiðis og það er bara leikin mynd þetta atvik, þetta gerist einhvern litlum bæ í Bandaríkjunum og það er sérst verið að dömpa chemicals frá teflon verksmiðjunni, þú veist, í vatni hjá bænum, skilur. Oh my god. Það fer í allt drykkjavatni og eitthvað og bara ógeðslega mikið fólki í þessum bæ fyrir að veikjast, fær krabbamein, fær, þú veist, alls konar bara svona kvilla og bara... ég man, þetta er á Netflix.
Ég veit það ekki. Ég held það. Fyrir svo löngu síðan, sko. En ég ekki búin að horfa á það samt. Nei, ég mæli með. Að þú veist, þegar ég horfði á þessu myndi ég bara aldrei nota teflon aftur. En svo maður bara eitthvað so stupid og maður samt einhvern veginn að gera það og svo náttúrulega veit maður heldur ekkert hvað á veitingastöðunum eða hvað þú veist. Þannig að, já, það mjög erfitt að forðast það overall. Já. Að þetta svo mikið allstaðar og svo náttúrulega bara líka hægt að nota stainless steel og eitthvað svona dæmi, þú veist, svona stálpunnur og, heitir það ekki? Svona, jú, sko, mér finnst flestir svona sem á Instagram og svona cooking eitthvað og þú veist, eða TikTok, það finnst mér flestir vera með svona stainless steel pönnu. Já, akkurat, það bara mikið svona. Já. En sen ég segi, þú veist, svo bara, ég keypti einhvern tímann svona IKEA stainless steel pönnu og ég bara, það festist allt. Já. Á henni og ég var eins og pirruð, þú þarft að vera bara með overload af olíu eða smjöri eða einhverju. Já, og síðan sem náttúrulega svo ekki heldur hálft. Nei. Þú veist, að vera að setja of mikið olíu. Svo þarf maður að pæla í olíu, hvaða olíur, þú veist, má ég hita svona mikið án þess að vera transfita og þú veist, og svo fyrir maður að pæla í allir repjuolíunum og maður það er repjuolíu öllu. Endless, sko, hvað í fokkan við málum við helst repjuolíu? Getum við ekki bara dömpað þessu úr öllum matvælum? Við vitum að þetta er ekki góð. Já, ég sá þetta með, þú veist, ég var eitthvað, þetta er eitthvað svona holt keks sem ég get mögulega keypt fyrir krakka og svo bara repjuolíu, ég bara, why? Veit það. Why do you do this? Þannig að, já. Óþolandi. Þetta bara einhvern veginn, það eins og sé alltaf eitthvað í öllunum og bara liggur við búið til from scratch. Ég veit það og það var einmitt eitt sem að ég var svona, þú veist, þegar ég fór að keppa fyrst og ég var eitthvað að spurði konna eitthvað svona, má ég ekki bara fara og kaupa mér, þú veist, kjúkling á okkur veitingastað? Þú meina, hvað kjúklingu bara hérna? Já. Hann bara, nei, þú veist ekkert upp hverju þetta eldað. Nei. Það getur verið þessi olía eða ómikið af þessari olíu og þá ertu komið auka hitaeiningar og þegar þú ert að trakka allt frá grunni, þá það bara, þú verður að vita nákvæmlega hvað þú ert að gera. Já, það svolítið svoleiðis. Já. Þannig að you never know. Og líka bara eins og kjúklingur sem getur keypt tilbúinn. Já. Þú veist, allt sétti sem utan á húðinni. Já. Þú veist, það bara annað topic, sko. Já, akkurat. Og svo þetta allt vakuumpakkað inn í plast og microplastics. Já, heitur kjúklingur inn í plast sem að fær bara að svitna þar og allt plastið að fara að eitra kjúklingina utan, skilur við. Já, svo erum við talað þú veist, airfryerinn og allt þetta, þú veist, bara svona, já, everything's killing us. God damn it. Þetta svona svolítið svoleiðis. En mér finnst samt, sko, mér finnst ég vera að sjá alla þessa kokka vera að setja bökunarpappír inn í airfryerinn. Þannig að, þú veist, maturinn komi ekki við neitt inn í airfryerinn af því það náttúrulega á alltaf að vera svona eitthvað stick-free dæmi sem eru örugglega óhollt. Já, akkurat, ég veit ekki. En þú segir, þú veist, maður ekki sérfræðingur í þessu en þetta bara svona, maður heyrir hér og þar bara svona hvað Akkurat. Þú veist, ég meina, þetta eins og bara að drekka plastflösku, þá ertu að fá microplastics úr flöskunni, þetta bara eitthvað svona everything. En það meikar samt meira sens eins og þú veist, maður var alltaf að mealpreppa, setti matinn bara, þú veist, heitan inn í plastbox. Já. En þú veist, núna allir komið þessi glerbox. Já, akkurat. Þó að náttúrulega að það sé alltaf eitthvað svona plast sem að þrýstir meðfram, en þá það ekki að fara að koma við matinn, skilur við. Já, akkurat, ætti ekki að smita út frá þessu eða þú veist þannig. Já, þannig að það ýmislegt svona sem maður sér að fólk fara að gera meira. Já. En svo þessi stálrör, ég samt skítrætt við þau, sko. Ég sem vil klaufi, bara eitthvað, tennurnar. Þetta bara hrættu þið þannig? Já, ég hrættu maður bara eitthvað. Bara brjótið tennurnar eitthvað, já. En þú veist, já, ég veit ekki, ég fæ svo mikið bara, ég skil bara ekki alveg tilgangur með rörum. En þú veist, ok, ég alveg smá svona, ok, þú veist, jú, ég bara að drekka úr fernu eða eitthvað, þú veist, það náttúrulega auðvitað. En, þú veist, ef ég bara með glas heima á mér, að drekki bara fucking glasinu, skilur, sorry. Þetta eitthvað svo mikið trend að velta bara ekki setja rör hérna og henni, bara eitthvað, þú veist, bara skál, þú veist, I'm good. En ég náttúrulega kannski svona minimalísk þar bara. Ég samt alveg sammála, líka bara því þú veist, hvernig á maður að þrífa rörið alla leið inn í? Þú veist, þú nærð bara að til svona stálpípu, en hvað heitir þetta? Stólpípu. Stólpípu? Hérna svona, eins og svona, hvað heitir þetta? Eins og klósettbusti, nema bara fyrir rör. Já, uppþvottabusti kannski frá þig. Allt frá klósettbusti. En já, nákvæmlega þannig. Sem bara svona lítill og þú getur bara svona fyrir reyn. Já. Þannig að, já. En já, það náttúrulega, en svo líka að tala eins og rörin, en að pappírsrörin, að það sé eitthvað svona kótað með svona forever chemical. Á gríns. Ég sá daginn vídeo. Sem actually bara líka slæmt fyrir umhverfið. Já, eitthvað gæi var eitthvað, hey, þú ert að setja heitt kaffi ofan í, þú veist, svona pappaglas. Og hann bara eitthvað, þetta actually bara the worst, af því það kótað með
einhverju svona plastrasli Já, þannig að til þess að leika ekki í náttúrulega gegn. Já. Þannig að þú veist, maður er bara... Já, þú mátt held ég ekki henda sko, kaffibollunum þínum í papparusli, skilja, þú veist, það er ekki það sama og bara pappi. Þú veist, þetta er eitthvað svona, maður er bara eitthvað, ég veit ekki svo margar kaffibollur maður keypt sér á bensinstöðum, maður er bara eitthvað... Þú veist, allt kóta með einhverju shiti. Já, en sen er þetta svo líka þetta, þú veist, maður er stundum bara eitthvað svona, I don't give a fuck, fattar þau, þetta er svona, stundum er mann pínu drull, en síðan þetta byrja að vera svo mikið. Og, þú veist, þetta er líka bara svona overwhelming upplýsingar að vera með svona, þú veist, það bara er svo mikið í öllu einhvern veginn. Ég held að, þú veist, eins og með allt, þá byrjar maður rólega. Maður byrjar á ákveðnum hlutum og svo svona smán saman þegar það kom í rútínu, þá fyrir það, ég ætla að minnka við mig að kaupa, þú veist, unnar kjötvörur, skyggur, alls konar svona bullshit, bacon, eitthvað sem er unnin kjötvöra. Ég ætla aðeins að leggja það til hér. Fun fact, þú veist, maður hefur alltaf haldið að lifrapylsa á eitthvað svona holt, skilurðu. Og ég var búin að vera að gefa, þú veist, hundunum mínu alltaf svona sem ákveðið trít, alveg bara vikulega, því þeir elska lifrapylsur og bara pylsur. Og svo fór ég með hundin minn í blóðpröfu og það var bara, lifragildi var sky high. What? Og hún eitthvað, ertu búin að vera að gefa þeim eitthvað með, auka bita? Og ég eitthvað svona, nei, ég bara, ég bara svona, jú, lifrapylsu kannski. Bara hætti því. What? Bara, það eru efni í þessu og þetta er unnin kjötvara, bara ekki. Maður einmitt hefði haldið þetta væri eitthvað svo holt og... Bara, no way, herðu. Ég fór og keypti mjólkurþyrstil af Amazon. Já. Það er gott fyrir lifrina, sko. Okay. Svona detoxar. Og gaf henni það nokkra dropa, þú veist, alltaf út í matinn og þú veist, það var bara með hana bara og ótrúlega svona clean fæði og einhverju hráfæði sem ég fékk í gældir.is, bara frosið. Og eitthvað mánuði síðar eða 2 mánuði síðar fór ég með hana í tjekk aftur og þá var þetta orðið allt eðlilegt. What? Já. Ok, oh my god. Þannig að þú veist, pældi ég, þú veist, við fyrir gegnum all lífið bara eitthvað étandi bullshit, við vitum ekkert hvað stöndum inni. Nei, líka bara, þú veist, með alla upplýsingarna sem við höfum núna versus upplýsingarnar sem að foreldrar okkur höfðu. Já. Sem voru basically bara engar, bara, þú veist, bara allt sem að ykkur sagt er hérna bara kemur í fréttum, skilurðu. Já. Og það er ekkert allt sett í fréttir. Nei. Þú veist, ástæðan fyrir við erum að fá svo miklu upplýsingar núna sem mikið, þú veist, false information og, þú veist, en samt líka ógeðslega mikilvægt. Já. Og þú veist, og maður getur líka flett upp í researchum og svona á netinu núna. Og maður einhvern veginn bara svona, þú veist, það er svo mikið sem við vitum í dag sem foreldrar okkar vita ekki. Ég meina, þú veist, ég fór í skólan bara með, þú veist, sigrað bara jógúrt og skólajógúrt, skilur. Svo skildum maður aldrei okkur, maður alltaf hálfsofandi í tíma og einbeitingarlaus. Alltaf illt í maganum, alltaf þreyttur, þú veist. Já, það var einmitt bara alltaf í skólanum. Ég man bara, ég fekk bara magakrampa bara borða sigur allan fucking daginn. Þú veist, og... Svo var maður unglingur og þá fór maður í bakari og keypti snúð í 10 kaffinu. Já, akkurat. Allt mjög hollt og gott. Já, þetta er ógeðslega fyndið. Já, en það er líka bara í svo mörgu öðru. Ég meina það er líka í snyrtivörunum okkar, það er í hárvörunum okkar, þetta er svo mikið út allt, fötunum okkar, þú veist, það bara... Þvottaefni, þessar Ariel, goddamn, það er bara fucking eitra, sko. Ég sko, eftir ég átti krakkana mína, þá teki eftir ég að ég bara get ekki sterk lyktarefni. Nei. Þú veist, það bara, ég fæ bara svona ógeð, ég fæ bara svona Já. Þú veist, eina sem ég geri er að ég spreyja svona smá, þú veist, bara af ylvatninu mínu á mig á mótana. Já. Þú veist, bara svona til að fá smá, svona, til að lykta vel. Já. En þú veist, síðan bara allt sem að er eitthvað svona, þú veist, sem svona lykt sem sest í fötin eða sest í hárið eða eitthvað svona, ég fæ bara svona, ég get ekki verið í kringu svona fólk. Nei. Sem er bara, alveg bara stinkar af hreingerningaefnum. Já. Herru, talandu samt eitt, ég fór í ákveðna verslun daginn af því að ég elskaði, ég keypti sér svona spray, svona kottaspray. Já. Og af því að, þú veist, ég er með silki rúmföt og þú veist, það er alltaf sagt að maður á ekki að þrífa silki með mýkingarefni eða neinu lykt, skilur. Ég bara kaupa neutral eða svona ullar. Já, af því að hann skemmir maður það. Já. Og ég eitthvað svona, mér finnst það svo, þú veist, ég saknaði þess að því ég setti alltaf smá mýkingarefni bara fyrir góðu lyktina, skilurðu. Já. Þannig ég keypti þetta spray sem var eitthvað svona lavender eða eitthvað svona, eitthvað berja, eitthvað, og það var, þú veist, bara holt. Já, og ekki, já, eitthvað svona náttúrulegt. Sprayið því á köttan og ég svona tók eftir, þú veist, þegar kötturinn minn var á lífi. Ef ég sprayaði þessu, þá fór hann ekki inn í svefnherbergi, af því hann svaf alltaf á rúminu á daginn á rúmteppinu. Ég eitthvað, skrítið. Já. Svo fór ég eitthvað aftur í verslunina og ég eitthvað svona, ég ætla að kaupa núna þessar ilmstangir og hafa þær heima á ganginum. Já. Herri, svo bara
byrja köttur minn bara bólna bara augun og já, og hann varð bara fokkin bara afskræmdur í framan og ég bara fríka út, bara hvað er í gangi? Svo allt í einu fattaði ég þetta er fokkin ilmstanginnar. Í alvörunni? Já, bara eitrað fyrir köttin, sko. Æi. Þannig að þú veist, þó þetta eigi að vera skiluru harmless, þá er þetta samt að gera eitthvað. Getur verið eitthvað ofnæmisvaldandi eða eitthvað svo slíka. Allavega fyrir dýrin, en ég bara eitthvað hendi þessu. Já, ég meina, þú veist, fólk getur náttúrulega verið með ofnæmi fyrir líka bara, þú veist, fólk og dýr og getur með ofnæmi fyrir náttúrulegum lyktum og olíum og alls konar. Já, er ekki alltaf sagt að kettir sé líka með óþol fyrir, þú veist, þannig hvað er liljum eða veit það ekki. Eða þú veist, þarna blómunum sem að já, það er liljur. Já, er það ekki? Það er svona mjög svo sterk, ekkert endilega sérstaklega góð lykt af þeim samt. Já, svona kóngaliljur og svona, já, pínu svona lavender feeling, skilurðu. Þannig að já, þetta er eitthvað, þannig að fun fact, ef dýrin ykkar er eitthvað að hafa þessi furðulega, þá er kannski eitthvað svona þvottaefni, eitthvað svona stangir. Akkurat, og ég meina, þú veist, það er líka bara þvottaefni, þú veist, þetta er bara please, ekki þvo fötin ykkar upp úr bara lyktar þvottaefni, þú veist, notið milt eða eitthvað svona sem er að þú veist, þetta er svo ógeðslega slæmt fyrir húðina. Ángríns. Þú veist, það er known fact, allt sem setur húðina fyrir því blóðrásina. Já. Þú veist, og segi ég hérna með bara mega brúnkukrem á mér og veit ekkert hvað það er að gera mér, sko. Svo er það líka það er svona svimliti, ég er svona pick your battles. En það er samt alveg svolítið þannig, maður þarf svolítið að velja hafna, sko, en þú veist, svo er náttúrulega mörg brúnkukrem á markaðnum í dag sem eru ekki með eiturefnum, sko. Þeim skárra en að fara í ljósabekki allavega. Guð, bara, við skulum ekki byrja hvað það er eftir að koma í tísku. Skulum bara eins og fara út. Af hverju er það löglegt? Sorry, don't get it. Nei, en fólk verður svolítið að velja sjálft hvað að gera í því, sko. Það er svo ógeðslega margir konum með svartaæxli, sko, og maður, þú veist. Já, þetta er náttúrulega bara, þú veist, það er líka, þetta er ekki eins og að vera út í sólinni, þetta er bara ándjóks, þú ert að fá bara slæmu geislana. Já. Og þú ferð ekki góðu geislana sem ferð frá sólinni, þannig að þetta er alls ekki að sama eins og að vera út í sólinni. Þannig að bara be careful, guys, og einmitt. Líka bara ungi krakkar, þetta er eitthvað trending hjá þeim núna, skilur, svona menntaskóla, já, fara í ljós, þú veist, maður bara eitthvað mun koma aftur trending allt í að byrja að reykja eða þú veist, ég er bara what the fuck, vitum við ekki betur í dag eða? Nei, það er bara svolítið eins og úlingar sé oftast í bara svona self-destruct. Ég veit það. En maður var þannig líka sjálf, skilur, þannig að... Og líka tískan þú veist, það er svona 2000 tíska. Já, mér líður þess að þetta sé bara aftur okkar kynslóð, nema núna veipið og þú veist, pókarnir í staðan fyrir reykingarnar. Já. Þetta er alveg svolítið bara svona, we're going back in time. Já. Og líka á the slæmu hlutina, sko. Ó, já. Let's not go there. Nei, nákvæmlega. En, já, nei, en það er bara svo ótrúlega mikið, en þú veist, sem svona fullari fólk núna við verandi fullari fólk sem er mjög skrítið, en við erum það, apparently. Oh my god. En að þá einhvern veginn, þegar maður er orðin eldri og fattar maður einhvern veginn, þú veist, ok, það eru sumir hlutir sem ég ætti samt alveg að vera að pæla mér í. Já. Og þú veist, það er margt sem við getum sleppt að gera eða nota og þú veist, og farið út í eitthvað annað í staðinn. Já, en maður getur fundið hollari valkostin. Já. Þú veist, þá er það alveg, en þú veist, eins og til dæmis, við vitum alveg að áfengi er fucking óhollt. Já, þú veist, það er bara slæmt á alla vegu. Alla vegu, bara mögulega. But we still do it. We still do it, út af því að, þú veist, maður vill líka eins og þú segir, pick your battles, þú veist, þú velur svona hvað þú gerir svona af og til bara af því þú vilt socialisa og þú vilt, finnst fokki gaman að drekka. Bára er farin í Nei, út af því, þú veist, ég hef aldrei átt vandamál með áfengi og get gert, þú veist, jamma on this, en mér finnst gaman að fá mér í glas í góðruna hópi af og til. Sem er bara allt í góð. Já. Að hafa stjórn á þinni áfengisneyslu. Já, og þú veist, mér finnst líka svona eftir ég er eldri, þá lærir maður hvernig maður á að tækla the hangover, þú veist, bara að því maður veit að, þú veist, ástæðan fyrir að þú ert hangover er út af því að þú ert dehydrated, þú veist, þið vantar vöku og þið vantar salt og steinefni og þú veist, eins og núna, ég fór í gæsun á laugardaginn sem var 12 tíma að drekka. Nei, þú veist, ég var svo ölvuð en ég var samt ekki ofurölvuð, skilurðu, þetta var bara ótrúlega gaman. Já, og maður líka er að drekka yfir daginn og þú veist, þetta er bara svona, þetta tekur alveg á. Þetta tekur alveg á, en ég vaknaði zero þunn daginn eftir út af því að ég fekk mér svona, hydrate, bréf. Já, það er sniðugt líka. Já. Fekk mér það, fekk mér magnesium aukalega og vítamín og bara drakk ógeðslega mikið og fekk mér að borða á henni fór að sofa. Já. Og ég vaknaði bara góð. Já. Ég bara, vá, þetta er snillt. Já. Ekki það ég sé að fara að drakka núna meira út af því, en þú veist,
Nei, Ég er en að þú veist, segja, manni líður alltaf, maður finnur alltaf einhvern veginn að maður var að drekka, Já. daginn eftir, en auðvitað finnum maður það, en svona, já, það eru ýmsir hlutir sem maður getur svona gert til þess að vega upp á móti þegar maður vil hafa svona já, gaman. já, akkurat, og gera í hófi, allt, þú veist, Já. svo er það líka bara svolítið það, allt er gott í hófi, þú veist, Já. eða þú veist, sumt, en nei, menna, þú veist, það er líka bara, maður getur ekki lifað lífinu bara í einhverjum kassa, Nei, það sem maður bara, ég má ekki gera þetta, ég verð að gera þetta svona og þú veist, samfélagið er að fara á haus, skilur, þú veist, af því að ég er ekki að gera þetta. akkurat, Þannig að það er meira kannski bara svona að draga úr ákveðnum hlutum, já, þú veist, ef maður getur það akkurat, og svolítið einmitt svona bara pick and choose, þú veist, ef þú getur keypt annað þvottaefni, skilur, já, gerðu það þá, ef þú getur keypt, þú veist, túrtappa og Sem eru organic. sem eru organic og er ekki fullir af fucking Eiturefnum. Já, þú veist, eins og og- klór. gælur sem eru að upplifa bara króniskar sveppasýkingar alltaf á og til, Þetta er bara það, gæti verið túrtappinn, Já, skilurðu, probably is. bara byrjaði því, kattaði sykur, fáði probiotics, bara borðaði það daglega og organic túrtappa á bindi. Já, það er bara ándjóks lifesaver. Já. Eða fá sér bara þarna alvabyggarinn, það er bara sem megan í. Já, En einmitt, þú veist, bara, þú veist, this is your coochie. yeah. Take care of it. Nákvæmlega. Og þú veist, þetta er líka bara að því að þetta er eitthvað sem við þurfum að nota í hverjum einasta mánuði, Já. skilur við flestar okkur allavega. Þannig að það er, Akkurat. já, að vera með eitthvað organic, þú veist, er Já. ógeðslega mikilvægt. Og þetta er einmitt eitthvað sem maður heldur ekkert vita fyrir bara fyrir stutt síðan. Nei, ángríns. Þú veist, það sem var svona, okkur maður vissi að voru einhver svona, þú veist, Mást ekki þegar maður opnaði Olvis Ultra Já, dömbundu og og kom það svo bara- alltaf eitthvað svo það skrítið, lykt. ég var bara djús fílar af þessu, Ég þetta var veit eitthvað svona það. chemical lykt. já, basically bara svona eins og að vera bara eitthvað, your pussy cannot smell. Amen. Þannig við ætlum bara að láta hana lykta bara eins og einhver bara, þú veist, bara chemical warfare bara í buxunum þínum. Bara ríkalegt. Þannig að þetta er ógeðslegt og þú veist, það er einhvern veginn svona, þetta er allt þarna og einmitt fullt af einhverju lyktarefnum sem er bara, þú veist, Já, en þú veist, það sem að þetta gerir samt upp á móti, einmitt, maður myndi halda það með því að, já, spreyja meira af einhverju svona eiturefnum og þá á þú veist, vingur hann ekki eftir að lykta, skiluru. Eða bara, þegar þú fokkar upp í pH-gildinu, þá er það að fara að lykta, skiluru. það var miklu verra. Það er miklu verra. Sveppasýking og læti, sko. Já, Já, no one wants that. no one's that. It's the worst, oh my god. En einmitt, það er, já, þetta er eitthvað sem ég bara, svolítið bara svona einmitt, hamra á bara einmitt, svolítið svona, þú veist, svona hlutir bara, ef fólk getur valið, þú veist, þetta er bara, ég hef verið í aðstæðum þar sem ég bara eitthvað, byrjaði allir inn á túr og ég þurfti að kaupa eitthvað svona dumbindi á bensinstöð og það var einmitt bara eitthvað svona lyktar shit. Ég myndi frekar bara að rúlla feitum pappir hana. Já, en þú veist, þetta er bara, ég held ég að vera einhvers á Já. ferðinni, skilur, ég var bara eitthvað, ég er ekkert að fara á einhvern stað næst sem ég get, þú veist, farið og hoppað inn og eitthvað og bara, Já. og þú veist, bara eitthvað, ok, fæn, og ég man samt bara, ég dreif mig svo mikið leiðu ég gat að kaupa mér eitthvað annað því að bara ekki, ég get þetta ekki, Nei. þú veist, og mér leiði bara illa vitandi af þessu þarna niðri, Já. þú veist, það er bara svona, when you know stuff, þá er maður Já. smá svona bara, oh no, I don't want this, en svo kemur alltaf fyrir maður þar þess, og líka bara, þú veist, ef þið getið, bara sleppiði að kaupa allt eitthvað svona sem er með mikilli lykt. Já. Af því að það er eitt af svona sem ég svona flestir tala í snyrtibransunum svona þegar tala hérna náttúrulega innhaldsefni og vera með þú veist, náttúrulega vörur og svona, þú veist, þetta er eitthvað sem ég kynnti mig líka rosa mikið því að með alina. Já. Þú veist, að því ég var rosa mikið með náttúrulega snyrtivörur og Já. hérna var að reyna að hafa þetta svona chemical free og svona og hérna og þá hefði mér tókið eftir því að það var svo margir að tala alltaf að parfjúm sem er eiginlega bara, þú veist, á flestum bara sjampóum, næringum, öll saman, það er bara stendur bara parfjúm og það getur verið sagt, orð undir alveg fullt af sagt, hérna, efnum sem þú veist ekki hvað eru og það þarf bara að standa parfjúm en það er engin nákvæm lýsing á hvaða nákvæmlega parfjúmefnið eru. The fuck? Já. Oh my god. Þannig að það eru bara ógeðslega margir bara eitthvað að vara við bara ef þú sérð parfjúm sem, þú veist, og andjóðs, mér finnst þér lesa þetta bara á öllu. Já. Öllu einhverju sem er með einhverju lykt í og þú veist, ekki nema standi bara, þú veist, natural, hérna, sensitive eða eitthvað svoleiðis og Já. hérna, en þá einhvern veginn bara svona, það er eiginlega alltaf og það fær mér til að vera bara eitthvað, oh my god, hvað er í þessu? Já. Sem ég veit ekki, en síðan... Skrítið þetta megi bara. Já, en þetta er eitthvað sem Er þetta samt svona um allan heim eða er þetta bara Amerika? Nei, ég held að sé bara allstaðar, ég held að sé ekki búið að banna þetta eins og það er náttúrulega miklu meira bannað í EU heldur en í
USA til dæmis. Já. Þú veist, það náttúrulega bara eitthvað fárlegt hvað lítið bannað í USA með Nei, Evrópu. bara, þú veist, brauðið með plast í og eitthvað í Bandaríkjunum. Brauðið bara ekki brauð í Nei, þetta Bandaríkjunum. er bara eitthvað... Þetta er bara 90% sykur og svo, maybe some plastic. Já. Það er galið, það er í matnum og öllu þarna. Og þú veist, það er líka bara innihaldslýsingin á matnum út í Bandaríkjunum er fárlegur með hérna heima. Sko. Já. Nema þú kaupir í, þú veist, Whole Foods eða eitthvað svona. Já, akkurat. Ég man að það var eina verslun sem ég fór í sko núti. Já, en samt sem áður þarf maður að lesa á að þú veist, þeir geta alveg verið með eitthvað svona sem er svona á að vera Whole Foods en er svo kannski bara einmitt. Að þú veist, það þarf held ekki að gefa upp allt í Bandaríkjunum. Pældu í því. Bara eitthvað, heyrðu, ég ætla að bjóða öll mér matina og þið vitið ekkert, þú veist, hvað í þessu og ég ætla bara að setja smá rottueitur með, þú veist. Let's put a little stuff in it, you won't feel it. Unless it's like there. Oh my god. Einmitt, þetta er ógeðslega mikið. En ég er einmitt bara svona, já, þú veist, þannig að það er sem betur fyrir til alternatives fyrir flestu og svo líka bara svona reyna að forðast einmitt mikið unnarvörur. Já. Þú veist, og vörur með mikið sykri. Já, akkurat. Þannig að þetta er svona, þú veist, sykur er náttúrulega bara eitur. Það er það. Já. Sykur er eitt mesta eitur bara sem ég hef kynst bara á ævinni. Já. Ég er ekki að djóka. Ógeðslega bólgumyndandi. Já. Bara, þú veist. Þú veist, fyrir illt í liðina og sko máli er að, þú veist, talandi af reynslu að sem að ég borðaði heila nammipoka hver einasta kvöldi. Ég var bara mest í nammigrísinn. Já. Og eftir ég byrjaði fitness þá átti ég alveg mjög erfitt með að vera ekki að kreyfa nammi alltaf og það tók alveg mörg ár. Ég er alltaf að horfa eins og ég sé að tala við. Já, þú ert að tala við fylgta fólki hérna. En já, þannig að hérna, þú veist, mér finnst þetta við tekið alveg mörg ár að detoxa. Að fólk tala eitthvað, já, þetta tekur bara svona 2-3 vikur frá systeminu. En þegar þú ert fíkill, þá tekur þetta bara margra ára svona að búa til vana og að líkaminn kreyfi þetta ekki lengur þó svo sért ekki búin að borða þetta í einhvern tíma. Þannig að þú veist, já, ég myndi alltaf bara segja það fyrir mitt leyti þá bara svona, þetta var ákvörðun og einhvern veginn með hverju mánuðinum, hverju vikunni og bara hverjum degi er ég bara að ákveða að ég ætla ekki að falla fyrir þessu. Svo er þetta bara ægi líka. Svo er þetta bara ægi, þú veist, maður leyfir sér kannski helgar en svo bara einhvern veginn með tímanum þá finn ég hvað þetta hefur slæm áhrif á mig eins og ef ég fæ mér nammi á löti og kannski hrina aðeins í það og þá er ég bara eitthvað vakna á nóttunni og bara skrælþur í munninum og bara hjarta hérna og bara líður fokkin illa. Það er bara eins og þessi þunn eftir nammið. Já, og bara þú veist, mér líður bara svona eins og þú veist, við erum bara þrútin og bara hvaða djöfisins eitur er þetta eiginlega? Það er það sko, og þú veist maður finnur þetta, ok, þetta er svona, finnur þetta ekki þegar maður er búin að borða nammi lengi. Nei, þetta áttu komið með toleransi fyrir þessu. Já, og svo tekur það út í einhvern tíma og farið þessu svo aftur, kannski eitthvað svona bindsdag og svo bara allt í einu ertu bara átt daginn eftir og þú ert bara að fara í gangi og meðan einhvern veginn, þegar maður tekur þetta út og bara maður fyrir aukna orku, maður einhvern veginn mann líður betur í líkamanum og það einhvern veginn svona, en það gerir samt líka smá svona hægt rólega, þannig að maður tekur ekkert þannig sér eftir þessu. Nei. Fyrir en maður einhvern veginn fær sér nammi aftur og maður bara, mér leið svona illa á þessu, sem er ógeðslega galið. Og líka því að þú veist, eins og fólk sem er kannski borða nammi venjulega, það er bara svona venjulegt fólk, skilur, sem er bara þarna, og maður er eitthvað svona, ég borða ógeðslega mikið dökkt súkkulaði, og bara, ert þú eina af þeim, ég get ekki. Málið er, ef þú ert búin að kötta sælgæti í x langan tíma, bragðlaukarnir breytast, þú veist, þú fyrir að kaupa það kannski bara meira af, þú veist, bláberjum, hindberjum og svona kirsebæra tómatum og það fyrir mér er bara geggja snakka kvöldin, skilur það. Það er náttúrulega ávaxtasykur í því. Já, og líður ekki vel af því. Ég meina, þú veist, það er líka bara einmitt. Þú ert að fá bragðlaugana svolítið baka. Já. Og matur verður actually bara betri, alveg eins og bara fólk sem hættir að reykja. Já. Þú veist, bara matur verður oft betri bara þegar þú veist, að því bragðlaugarnir bara fara að finna fyrir bragðinu aftur alvörinu, þú veist, alvöru bragðinu. Þannig að þú veist, þetta er ógeðslega fyndið hvað svona, þú veist, þú fattar kannski ekki eitthvað fyrir að þú tekur það út og svo prófar að setja aftur inn og þá er það bara svona, ok. Og þú veist, mér líður svona til dæmis oft með áfengi. Ég fæ svona, ok, ég ætla að, þú veist, bara svona dettur í það once in a blue moon og svo, þú veist, fórum við hlýna til Amsterdam daginn og við eitthvað svona, þú veist, bara vorum bara að leyfa okkur, skilur, bara að fá bjór í daginn og bara kósi og eitthvað og svo svona, þú veist, er eitthvað svona smá skrallatna og maður drekkur aðeins meira en venjulega. Og þú veist, ég sverða, það var langt síðan ég kannski fékk mér svo mikið glas, bara frá því ég var, þú veist, bara fyrir kids eða eitthvað og
og ég var svo ógeðslega þurr daginn eftir og ég man ég var bara af hverju ég að þessu þess bara why do I do this en þess vegna finnst mér svona líka bara svo góður í mændir bara svona ok, það var óslega gaman I let loose, þú veist, ég leiði mér og svona ok, þú veist, þetta ekkert að fara þú veist, drepa mig á staðnum þannig ég bara ok, núna ætla ég bara en svo tekið mig á að það mér finnst alveg vera líka svona góður í mændir svona ok, nú ætla ég bara að fara aftur og því mér langar að líða eins vel með leið fyrir þennan dag, skilur það líka svolítið svona hluti af því að ferðast og svona þú veist, matur svo mikið svona hluti af menningunni og það náttúrulega bara sykur í nánast öllu og þannig að þú veist, að sjálfsögðu þegar maður fyrir útlanda og maður að prófa hitt og þetta þá maður borðandi meira af svoleiðis dóti já, og ef maður þú veist, í útlandum bara að leyfa sér aðeins vera bara smá unhinged og bara svona fuck it mode, þú veist, það má þú veist, þetta kannski vika af lífinu manns þess að maður bara eitthvað svona ok, ég ætla bara aðeins að vera bara og svo getur maður að fara bara aftur í rútínu þegar maður kemur heim En sko, ég verð svona bara að segja því að nú hefur verið að taka, þú veist, laugardagsrölt með mömmu stundum einu sinni í viku þú veist, eða fara í smá litakringluna eða eitthvað svona og mér finnst bara að það hvergi hægt að fá holt bara þú fer á te og kaffi þú veist, þú getur bara fengið bakkelsi sem að drukkna í einhverju, skilurðu, sykri og eða þá þú getur fengið kannski croissant sem þá að drukkna í osti og einhverju skilur þú veist, ég svona, mér langar kannski bara í eitthvað hafraklatta eða eitthvað svona með kaffinu sem að kostar kannski ekki 1000 kall já, einmitt, eða það bara eitthvað sem að með þú veist, dökku súkkulaði en engu viðbættu og kannski bara smá hnetusmjör eða þú veist, mér bara, og löpur Laugaveginn, það ekkert nema bara eitthvað krepes, ís þú veist, bara donuts, þú veist, það allt svona allt svona í óhugverkandinn af því þú veist, úti, þá getur þú farið á Pret a Manger sem með ótrúlega mikið holt og þú veist, eina bakarið sem ég veit sem actually að selja eitthvað sem ég get stundum keypt mér sem holt bakarmistarinn, af því þau eru með svona chia-graut og sem fæmulega, hann hollur líka hjá þeim, þú veist sko, ég var að lesa á þetta og þá ekki búið að setja neitt sykur eða neitt, sko, það eitthvað smá hunangkaldi ofan á, en svo þetta bara ávextir og svo þetta held ég möndlumjólk eða eitthvað sem með chia-unu okay. Þannig að þú veist, ég hef alveg stundum fengið með það en bara svona overall, þú veist bara, hvað að frétta? Ég nenni ekkert að þurfa að fara alltaf á gunna niður í, þú veist, vörklass eða eitthvað til að kaupa með próteinmúffu. Nei, akkurat. En það líka bara eins og, þú veist, heima hjá mér, þú veist, við borðum eiginlega aldrei úti, við bara alltaf ógeðslega duglega að borða heima. Þú veist, bara kaupa matinn og elda og þú veist, það bara mér finnst, þú veist, ok, ég og Línu alveg bæðin og hún finnst báðum leiðilegt að elda. En við einhvern veginn gerum það bara samt. Ég elska elda. Já, þú veist, það svona, ekkert eitthvað leiðilegt, við bæðið svona, þú veist, það ekkert eitthvað svona passion hjá okkur að elda. Já. En þú veist, þannig að við bara skiptumst á, en það einhvern veginn svona, þú veist, samt sem áður, þá langar okkur bara meira í mat sem þú veist, bara heimmat. Já. Þannig að frekar en að vera eitthvað að fara eitthvað út að borða. Þú veistu bara nákvæmlega hvað í þessu. Já, og ég mynd einhvern veginn svo alltaf, þú veist, og ég, don't get me wrong, og fær svo stundum, þú veist, hamburger og pizza og eitthvað svona einhverjum stöðum, en síðan bara einhvern veginn þú veist, maður samt bara eitthvað svona, það eitthvað annað í búði heldur en að fara, þú veist, annars bara geða fínt út að borða að fá sér steik. Þú veist, þá það bara einhvern veginn, sko. Þá maður út að borða fyrir, þú veist, 25 skall pluss. Nákvæmlega. Þú veist, ég ángríns, ég bara veit ekki út af því að þetta alltaf jafn mikið issue. Einu staðirni sem ég kaup mér að borða, það einmitt þetta, í bakarmeistarinn og fæ mér chia-graut. Já. Finnir þú vörklass og kaup mér próteinmuffins eða ég fyrir að Nutri og fæ mér shake þar. Já, en sen líka bara, þú veist, þú getur búið til próteinmuffins, þú getur búið til shake, skilur, þú veist, þetta svona easy matur sem hægt að gera heima, þú veist, þetta eins og bara, ég með morgunmat minn, ég fæ mér alltaf saman morgunmat, I love it, uppáhalds svona maturinn minn eiginlega bara morgunmaturinn og þú veist, ég fæ mér alltaf saman eins og móti, en ég veit líka, mér líður vel eftir hann. Nákvæmlega. Og þú veist, ég góð og ég kom með svona rútínaði hvað ég geri. Og mér finnst það alltaf að finna að maður getur alltaf borðað saman morgunmat en ekki hádegismat og kvöldmat. Nei, já, maður þarf að sissa því svolítið upp, sko. En síðan það líka það, þú veist, svo talaðum maður að borða mest á mótana. Já. Svo í hádeginu og svo minnsta kvöldin. Já. Af því að þú veist, það náttúrulega minnsta virkni og brennsla á kvöldin og þú veist, og líka bara ekkert rosalega gott að borða of mikið fyrir svefn. Nei. Og tala að þú veist, þú ert að hætta að borða sko 3 tímum fyrir svefn. Akkurat. Þannig að það hefur alltaf virkað mjög vel fyrir mig. Ég var alltaf bara alltaf hætt að borða eftir kvöldmat og þú veist, á sumdum fæ mér nammi og eitthvað svona, þú veist, laugardögum og whatever. En ég bara svona reyni mér þess að sleppa því. Fæ mér frekar bara eitthvað smá nammi við daginn, þannig með daginn. Já. Þannig að ég á mjög erfitt með að, þú veist, ég yfirleitt bara
ekki að því ég eitthvað að reyna það, en yfirleitt ég fasta út af því að mér finnst bara að ég borða ekki fyrir hádegi. Nei. Svo borða ég morgunmatinn í hádeginu og svo borða ég, þú veist, hádegismatinn eða whatever, þannig að klukkan 3-4 eða eitthvað. Já. En svo kvöldmaturinn stundum aðeins svo seint og ég að reyna að breyta því. Já, well, það alveg, ég finn alveg því líka mun á maganum ef ég ekki að stöffa í mig þannig fyrir að sofa, skilur. Já, það er bara, maður veit það bara, það ekki hollt. Já, nákvæmlega, einmitt. Svo það ekki bara það, þú veist, maður eitthvað svona, þú veist, það bara ekki hollt fyrir mann að vera endalaust að borða. Nei. Og þú veist, en einmitt, gott að vera með einhvern ákveðin ramma og svo fasta, skilur. Svona, ég svolítið svona, borða milli 12 og 8 á kvöldin, það bara mjög gott. Akkurat, já. Er það ekki þetta 16-8? Jú. Akkurat. Það allavega henda mjög vel, sko. Já. En já. Já, toxic stuff. Toxic stuff. Everywhere. Já. En það síðan líka bara einmitt. Passið ykkur með snirtivörurnar ykkar. Já. Og hárvörurnar, þú veist, bæði mesta sem ég sá eins og með Alina þegar með það að með hárvörurnar. Já. Þú veist, að passa sjampón og næringarnar þessu sílikonfríar. Já. Að þú veist, það verður build up. Það verður build up á hárinu, það kótar hárið, þessu sílikoni og það lætur að líta út fyrir ógeðslega mjúkt og shiny. Og þú bara ógeðslega næs, nema það að þetta bara, þú veist, sest ofan á hársvörðin. Þetta býr til hárlós og getur búið til svona flusu. Og þetta svona dæmið það sem til líðinu svo þurfa alltaf að nota vöruna aftur og aftur og aftur. Já. Að því að þú veist, hári verður svona addicted to it. Já. Og svo byrjar það að vera verra og hári brotnar og verður verra og þú veist, þetta svona það ég myndi alltaf tjekka að það eru líka sko, það eru undirnöfn, það heitir ekki alltaf bara silikon. Nei. Þetta, ef það er eitthvað og svo kón eins og þú veist, í endan þá er það afbrigðar silikon og þá er silikon í vörunni. Já. Þannig að þú veist, ég myndi alltaf sko einhaldsefni að vilja finna ykkur gott sjampó og þú veist, það er alveg komin góð sjampó og næringar í ákveðnar svona matvöruverslanir hérna heima. Já. En samt sem áður myndi ég alltaf mæla með að fara á stofu og finna eitthvað sem er gott fyrir þína hártegund. Akkurat. Þannig að það er ógeðslega mikilvægt. Já. Svo líka bara eins og með ljósærar stelpur. Ég sá einmitt hjá einum á TikTok sem er svolítið svona sérhæfsi að vísa úti. Já. En hann er sérhæfsi í ljósa hári. Já. Og hann er bara eitthvað, ef hárið ykkar er að brotna þú veist, og það er svona stíft þá er það prótín build up og þegar ég ekki nota vörun með prótíni í. Nei, akkurat. Það meikar svolítið sens af því mér finnst rosa margar stelpur tala um það að þú veist, hárið næri ekki sikka því það er alltaf að brotna. Getur ástæðan. Já, það er ofstíft. Þannig að þú veist, það er mynd svona, ég held að það sé mynd svona vandamál sem ég er búin að hafa. Að þú veist, að því að ég er mjög þykkt hár bara náttúrulega. Já. Þú veist, og ég þarf alveg, þú veist, ekki þannig pæli hárnum núna, ég með sko hársprey frá því ég gæri hárnum. Geðveikt stíft. En En þú náttúrulega aflitar eða strípar. Já, ég sé strípur og þú veist, ég er náttúrulega mjög dökkar í alvegni. Já. En það er mynd bara, já, það væri örugglega alveg miklu heilbrigðara ef ég myndi ekki lita, en ég þarf náttúrulega að, já, setja ákveðnar vörur í hárið á mér. Og ég ætla ekki að nefna henni vörur, það er ekkert sponsor. Já, nei, náttúrulega, ég ætla ekki að gera heldur, sko, en þú veist, já, við erum bara með okkar care, en þú veist, núna erum við talað bara, þú veist, að passa ykkur á bara eiturefnunum sem eru í sumum vörunum. Að það eru sum merki sem eru bara high class and fancy, but it's shit. En svo er líka bara eins og með svo margt annað, þú veist, það er náttúrulega ákveðið svona þú veist, eins og bara, ef maður skoðar auglýsingar bara frá því 1950, þá mynda lækni, eins og þetta var alltaf þarna á, þú veist... Að reykja? Já, manstu þegar maður fór, þú veist, kíkt á reykingasvæði á, austur í gamla daga, það voru bara svona gamlar auglýsingar út allt þarna, ekki það ég reykt aldrei en ég fór oft með. Já, þetta er social. Já, og þá var bara mynda einhver lækni og bara, doctors eitthvað recommend Camel Blue eða Marlboro eitthvað, maður bara, what the fuck? Nákvæmlega, doctor recommended. Já, en þú veist, ég minna að þetta er samt alveg svona í mörgu í dag, þú veist, það er ekki alltaf heilagur sannleikurinn sem að einhver er að segja og það er rosa mikið peningar í ýmsu og eins og bara, þú veist, ég minna... Það er ógeðslega margir paid off og bara sumt bara er ekki látið fara neitt út af því að það er of mikið at stake, fyrirtækin eru of stór. Þú veist, ég meina, halló, Pepsi og Coca-Cola skilur við bara aspartam og flúor í tangrumum og bara bullshit sem að við erum bara eitthvað og deodorants og eitthvað. Já, notið náttúrulega deodorant, please, það eru ógeðslega mikið eitlumundir hendur á okkur. Ég veit það. Þú
þú veist, þetta bara, já, þannig að þú veist, við vitum það alveg að þú veist, Coca-Cola og Pepsi aldrei að fara hægt að auglýsa, þetta bara svo ótrúlega stórar, þú veist, stórt fyrirtæki, stórt merki. Já, þetta mann í maskina, sko. Já, en ég meina alveg eins og líka bara með lyfjageirann, skilurðu, við vitum alveg að mjög mikið af lyfjum ekkert holl fyrir okkur og þau eru kannski bara bæla niður einkennin sem að líkaminn okkar að segja okkur, hei, þetta þess vegna einkenni hér. Já, og þú þarft að vinna úr þessu, en við erum bara, stöffum þetta bara niður. Stöffum einkenni bara niður með lyfjum og látum það grassera í smá stund, þá eitthvað annað kemur ljós, skilurðu. Þannig að þú veist, það er ýmislegt svona og ég meina eins og til dæmis bara Mercury, þú veist, af hverju, þú veist, einu sinni var alltaf sett gull og silfur í tennur og eitthvað, nú er alltaf bara búið að, þú veist, afturkalla það. Það er náttúrulega búið að taka fyllingar úr fólki bara, þú veist, af því að nú vitum við betur og þú veist, eitthvað svona skrefið, þannig að maður þarf stundum bara do your own research og bara svona, þú veist, taka ábyrgð á eigin lífi og ekki trúa öllu þessu heilu sannleikur þó svo að þessir háttsettir segja þetta. Veist hvað við? Ég ætla ekki að fara dýpar í það. Nei, ég veit það, en síðan er líka bara, þú veist, bara, hérna svona key pointi hérna er líka bara svolítið að fólk þarf að afla sér sín með upplýsingum sjálf. Já. Og, þú veist, do your research, ef þú ert að hugsa eitthvað ákveðin hlut og ert að pæla einhver ákveðinu, þú veist, skoðaðu allar hliðar á málinu. Já, vertu opin fyrir umræðinni. Já. Þess vegna, þú veist, að því að, þú veist, mér er alltaf svo skrítið þegar fólk er bara eitthvað að drulli yfir eitthvað fyrir að vera með, þú veist, aðra skoðun. Já, en ég meina, þú veist, það er gott að hafa arguments from all the sides og geta tekið síðan bara eigin ákvörðun út frá því. Já, algjörlega. Og þá má líka bara sáttur með það og ef þetta var skitu ákvörðun þá get ég bara bleima sjálf mig og einhvern annan. Algjörlega, ég meina, þú veist, ok, til dæmis bara eins og, þú veist, með, ok, boðbönn á svona hlutum, þú veist, og með svona hlutir sem að eru settir í matvælinu okkar og svona, þú veist, ok, mér finnst alveg, þú veist, geggjað að banna, þú veist, slæm matvæli, þú veist, eða slæm efni í matvælinu okkar, af því, þú veist, það er svo mikið sem getur mikið stjórnað þar. Sammála. En síðan eins og var að koma upp þarna frétt núna daginn að, hérna, þá búið að banna gelneglur í EU. Oh my god! En erum við þá að tala um bara allt gel eða er ákveð efni í sumum gelum? Ég held að það sé eitthvað svoleiðis. Ég las ekki greinina til fulls. En hérna, I did not do my research. En þú veist, með svoleiðis, þú veist, þetta er, ok, mér finnst allt í lagi, þú veist, að opna umræðina fyrir því að það sé kannski eitthvað efni í gelinu sem er kannski eiturefnamyndandi eða þú veist, það var verið að tala um hvað, það væri að valda ófrjósemi og eitthvað svona. Já, ok, eitthvað svona hormónadæmi í þessu eða? Ég veit það ekki, en þú veist, þetta væri eitthvað svona, þú veist, mér skilist að það hafi verið að gefa rottum efni til að éta og þú veist, og það kom eitthvað út upp í og maður er bara eitthvað svona, well, obviously, það er ekki eins og við séum svona að éta okkur neglunar plus að þetta er ekki, þú veist, það er búið að harðna gelið og I don't know. Já. Anyways, bara, ok, ég er með mínu skoðun á þessu, við erum hérna með neglur. Já, whatever. En ég meina ég er alveg til í að skipta yfir í akryl ef þetta er rétt, skilurðu. Já. En við þurfum aðeins að, en þú veist, þetta er eins og með, þú veist, maður þarf að gera svolítið research á þessu. Mjólkurvörur, allt í einu var bara, mjólkurvörur eru geðveikt óhollar og eitthvað og laktósi og bla bla bla. Og maður er alveg, ok, sumir eru samt ekki með óþolli laktósa. Ég meina, þú veist, það er eiginlega ekki hægt að segja, þú veist, þetta er ekki eitrað, skilurðu. Þannig að þú veist, ég veit ekki, já, do your own research bara. Já, mér finnst líka eins og þetta, þú veist, pointið sem ég ætla að koma inn er að, þú veist, ef er að banna gelið, þú veist, á meðan það einhvern veginn getur bannað svo mikið annað og gert research og svo miklu öðru. Akkurat. Og maður er svona, ok, en þú veist. Veip og... Já, þú veist, maður er svona, ok, þú veist, af hverju er svona bannið, af hverju ekki frekar að vera bara, ok, þú veist, það er hægt að setja eitthvað svona stimpil á þetta, ok, þú veist, það eru eitru efni sem maður svona basically vissi af. Og bara eitthvað, þú veist, þetta getur valdið þessu og þessu. Og þú ræður bara hvort þú gerir það ekki, alveg eins og fólk reykir, drekkur, þú veist. Já, nákvæmlega, það er ennþá að kaupa sér sígarettur út í bæ. Já, þú veist, í staðan fyrir að setja eitthvað bara svona stimpil, bara þetta má ekki, af því þú veist, ég meina, sorry, þú veist, það er fullt af öðru shiti sem er að valda ófrjósemi hjá konum og köllum, skilju. En það er ekki eins og að sé bara eitthvað, bönnum það, en bara, nei, ok, þetta er í svo mörgu sleppni, bara, skilju. Þannig að þetta er rosa mikið, svona finnst mér alltaf svona smáleitrið, sko. Já, svona, það er ógeðslega fyndið hvað einhvern veginn einmitt, sumt er bara tekið fyrir sem eitthvað engan sens. Nei, og svo er bara eitthvað, já, dúndrum þessu bara hérna á markaðinn og það er bara neitra en hún gerir sér shit alveg. Það er stundum bara svo fólk hafa ekkert betur og maður er bara eitthvað, ok guys, farið nú og finnið eitthvað sem er actually að fara að benefita okkur, skilju, og fara að gera okkur eitthvað gott. En þú veist, eins og segja, ok, það er gott að vita af því að það séu, þú veist, eiturefni í ákveðnum vörum, en mér finnst svona, ok, þú veist, látið vita af því. Já. Og þú veist, gefið okkur ástæði fyrir okkur við hefum ekki nota, en
sem bara leyfa svolítið fólki að gera bara sem vill. Já. Þú veist, mér finnst að fólk mun alltaf gera það hvort það er inn í end. Já. Og þú veist, bara talandi við ykkur, skilur, að einmitt, gerið það sem þið viljið, en minna, ef þið viljið vera healthy og líða vel og þú veist, taka ykkur ávís öllu, bara gerið ykkar í þessu, aflið ykkur upplýsingar það hvað það er sem að mun hjálpa ykkur að laga það. Ángríns, bara, þú veist, við erum með síman hérna, við getum googlað hvert einasta innleðalsefni. Ég var að horfa, ChatGPT ég var að horfa hana einmitt á Instagram gæja sem er að taka svona episodes sem heitir Killing Us Slowly. I love it. Nei, þetta er svo mikið snill sko, en hann tók mitt bara fyrir Monster orkudrykk og Celsius og hann bara eitthvað þetta og þetta hérna, googlum það og sjáum hvað kemur upp og það kom bara getur valdið þessu og þetta er ekki sérlega gott fyrir líkamann og blá blá og maður er bara þú veist, þannig að það sem að maður heldur ekki eigi að vera hollt það samt ekkert endilega. Nei, ok, líka bara, þú veist, on that note, þú veist, eins og með orkudrykki, þú veist, orkudrykkir og kaffi er ekki það sama. Nei. Koffín og kaffi er ekki það sama. Nei. Þú veist, ég er óslunnið kaffidrykkmannska, þú veist, drakk alveg kaffíneri drykki, þú veist, en ég finn alveg mun á því þegar ég drekk orkudrykki versus bara kaffi. Já. Þú veist, ég fæ með kaffi, að þú veist, og líka bara hvernig er koffínið, þú veist, er þetta koffín sem er að fara að dundra upp og svo hreinir niður, er þetta svona jafnara, þú veist, er svo mist orkudrykkurinn, hann er með, þú veist, yerba mate sem er, þú veist, miklu hollara koffín, en þú veist, það er svona jafnara, þannig að þú veist, þess að fyrir mig sem að drekk, þú veist, nokkuð og eitthvað svona, þá finnst mér í stundu bara að vera þreytt af mist, en svo er, þú veist, hérna, líka bara með hvernig kaffi er unnið hefur náttúrulega líka mikið að segja og mér finnst til dæmis daginn fór í Krónu og ég var eitthvað lengur að kaupa mér lífrænt kaffi þú veist, af því ég er með Nespresso það er bara ekkert til ég gat ekki keypt lífrænt hylki og ég bara, ok, herri, ég á Senseo við látum hvort það sé hérna eitthvað lífrænt fyrir Senseo Nei. Og ég var bara eitthvað afsakið og það kom eitthvað ég bara, þetta ekki með lífrænt kaffi þarna hann bara, nei. Hörðu ég bara, hvað, er ekki 2005 eða? Já, þú veist, svo er einmitt svona mold-free coffee og svona, ég heyra mikið það, þannig að mér langar mjög mikið að prófa þannig, þú veist, af því þá er miklu betra fyrir mann. Einmitt. Svo er það bara, eins og þetta, maður finnur ekki, þú veist, svona hluti, þá verður maður einhvern veginn bara svona sætta sig við það sem er í búandi. Já, og þú veist, mér er kjúklingur, ég er bara kjúkling alveg hvernig degi og það er allt, þú veist, sprauta með sýklalyfjum, mér langar ekkert að éta sýklalyf hvernig degi, sko. Þetta er bara kjúkling. Þú veist, af því þú getur keypt lífrænan kjúkling og allt þetta í, þú veist, bara Breitlandi og alls staðar annars staðar í Ameríku, Evrópu, þú getur fengið lífrænt dót, en þú veist, og svo er bara eitthvað, hérna, ef þú ætlar að kaupa þér fisk, þú veist, bleikan fisk hérna, þetta er allt bara eitthvað úr eldinu. Laxeldi og eitthvað, já. Þú veist, þú getur ekki, þú veist, og ég kaupi ekki lax lengur. Og ég var náttúrulega að vinna í fiski einu sinni og þegar við vorum að fá stundum, hérna, eins og, þú veist, við vorum að setja hrognin á, þú veist, band sem fyrir að fristir það og eitthvað svona og þetta er sendt út og þetta er náttúrulega allt hrogn úr, hérna, eldisfiskum og ekki að tjóka, ég tók, þú veist, þetta er svona eins og pungur, þetta er mjög svo steikt, sko og bara, maður tók þetta bara og ég bara, hvað er inni í þessu, eitthvað svona hart, svona, og opnaði ég og það var svartur svona eins og kórall þetta er bara fucking krabbamein eða eitthvað og þetta var mismikið í hverjum og einum en þú veist, við erum að éta þetta, skilurðu, og svo erum við að sjá bara vídeo frá eldunum, skilurðu, veist þarna. Þetta er ógeðslegt. Og þeir eru bara með eitthvað holdsveiki og svo erum við bara eitthvað að éta þetta. Þetta er bara eitthvað stofnað, þetta er ógeðslegt. Þetta er ógeð, ég vildi óska þess að eldi bara væri ekki, bara mætti ekki vera til. Nei, akkurat, þú veist, þetta er líka bara, þú veist, það er búið að sýna fram á, þetta er bara, þú veist, fiskarnir eru bara beikir, skilurðu, þú veist, og einmitt svo étum við það, maður er bara eitthvað svona, nei. No, thank you, sir. Já, og þessi svínabúin á Íslandi eitthvað, ég tek þátt í þessu, ég hætti að borða skinku. Já, það er mjög langt síðan þetta bara svínakjöt, sko. Ég kaupi það aldrei, sko. Nei. En einmitt, svo er það bara þannig, þú veist, maður þarf svona pick and choose. Bara, og, minna, þú veist, við erum ekki fullkomnar. Nei, við erum ekki fullkomnar. Það er svo langt í frá. Þú veist, bara, já, og svo líka bara einmitt með, þú veist, þess að oft svona eins og veganfæði, til dæmis, það er ekkert endilega hollt, sko. Nei, það er ekkert saman sem er ekki þar. Sko. Nei, og þú veist, ef þú ert að kaupa umfeð eitthvað. Já, það er fullt af efnum í. Já, þetta er allt svona í frosu drasli og þetta bara, ég tók ekkert tíðan tímabil nokkar dagir í röð og ég keypti mér eitthvað svona, ég kom, þetta bræðast alveg ágætlega vel, en það samt pínur svona þessu plast eða eitthvað. Og svo bara fekk ég bara versta magan bara lífsvíns, ég held ég væri bara að fá botnlangakast. Ég bara, herði, ég get þetta ekki, það er eitthvað, bara 100 efni hérna á þessu, bara fuck this shit, sko. Nákvæmlega. Þú veist,
Já, nei, þetta samt bara, einmitt, matvælin okkar svolítið, maður þarf bara svolítið að lesa á... Já, og hvítlaukur. Ég meina, hvítlaukur bara, þú veist, settur í klóri eitthvað anskoðan til að gera hvítan. Ok, ég finnst það sem ekki, hvað meinar þú? Ég vona ég sé ekki að fara með rangt, en þú veist, það var eitthvað En ekki hvítur? Sko, ég er ekki alveg viss, en sko, það var eitthvað hvítlaukur sem kemur frá okkur merki sem í krónunni. What do you mean? Já, sem bara eitthvað, þetta bara sett út í eitthvað svona til þess að gera hann meira fresh. Og þú veist, og líka bara með, þú veist, alls konar kjöt, þú veist, pepperoni, það á ekki vera svona ótrúlega neonraukt, það sett eitthvað í að gera það svona meira... Já, það sko, einmitt með oft svona kjúklingaáleik og svona, það svona E250. Já, sem veldur þessum rauðalit. Ég man ekki hvort það var til að gera það rauðar eða bleikar, ég man ekki alveg hvernig það var. En þetta allavega E250, þetta kom alveg fréttanum daginn að þú veist, það efni sem mjög slæmt. Já. Og ég farin að lesa á það ef ég að kaupa eitthvað áleik sem ég gerir mjög sjaldan. Já. Það passa að kaupa eitthvað sem ekki með E250, þú veist, það eitthvað svona ávera krabbameinsvaldandi. En þá þetta græna skráargatið, það að sjá til þess að það sé ekki eitthvað svona dæmi í eða? Hvað græna skráargatið? Græna skráargatið sem á sömu vörum sem segir að það vera eitthvað ákveðið holt, skilurðu, en ég bara pæla, þú veist, að því þú kaupir kjúklingaskinku til dæmis með græna skráargatinu. Já, taktu núna eftir því, en það á að vera eitthvað svona, já, þetta actually eitthvað holt, en það samtalið eitthvað efni á öllum skingum, skilurðu? Já, þú veist, það unnvara þannig að það bara, já, 100%. En til dæmis, eins og áður en ég fór að pæla í, þú veist, öllu svona eitthvað organic dæmi og ég bara, þú veist, og kona bróður míns, hún var eitthvað, það svo geðveikt að setja bara heilar, bara lemons, sítrónur í blandara, og blandaði með vatni og þá bara drekkur það og bara börkin og allt með því það verður svo creamy og hún mætti alltaf æfingu með það og þetta var alltaf svo geðvægt júsi eitthvað, fór og keypti fullt af einhverjum sítrónum og dundraði í blandarann og svo var ég bara eitthvað, akkur þetta er allt einhverjum kekkjum hjá mér bara hvað er þetta, því hún talaði að þú getur síðan sigta börkin svolítið frá búið til ísurnum að því hann er svo creamy sorbet bara. Já. Þetta var bara einhver ógeð hjá mér og ég bara hvað? Og ég man ég sagði við hana bara, þetta var svona hjá mig, hún bara, Pála, þú er að kaupa lífrænar, sko. Af því að ef þú kaupir ekki lífrænar þá bara, þú veist, vax og bullshit sem á þessu, skilur, sem þú mátt ekki borða börkin nema þessi lífrænt, sko, því annars búið að kóta hann með alls konar bullshiti. Það eins og með eplið og svona, þú getur sem bara svona kroppað. En þú veist, þú getur náttúrulega bara volt vatn og man ekki hvort það var eitthvað meira sem sættir á það. En allavega, volt vatn skólaði ógeðslega vel. Nei, fuck that, ég vil frekar bara kaupa lífrænt, sko. En það bara ekki alltaf í boði. Nei. Það líka best. Svo líka einmitt bara, þú veist, ef maður borða ógeðslega mikið af grænmetum og ávöxtum, þá ertu líka bara að fá ógeðslega mikið overload af, pesticide poison. Já, skólaði grænmetin og ávöxtin. Hvað segir, skordýraeitur. Já. Þú veist, akkurat. Af því að, þetta drepur skordýr, en hvað er þetta að gera fyrir mig sem að éta þetta í tónatali á hvern degi í mörg ár? We don't know. Gæti komið sem eitthvað krabbamein. Nákvæmlega. What's it gonna come back as? Já. Já, einmitt. Þú veist, there's so much stuff. En það er gaman að ræða þetta. Já. Út af því að þetta er actually eitthvað sem skiptir máli og ég meina við þurfum að borða á hverjum degi og af hverju ekki bara að reyna að gera það þannig að við séum ekki að fara að veikjast það. Já, nákvæmlega. Og líka bara, þú veist, að velja húð og snyrtivörurnar sínar og hárvörurnar sínar vel og þú veist, það auðvelt að finna gott research á netinu vörurnar. Já, og ég meina, ég myndi ekki vera líka bara að horfa á, þú veist, einhverja áhrifavald að vera eitthvað, þetta er svo geggjað fyrir mig, þú veist, það er ekki eins sem virkar allt fyrir alla, skilur, þú veist, eins og, þú veist, sérstaklega húðvörur og hárvörur. Nákvæmlega. Og þú veist, það tjekkið þá hvort það virkir fyrir ykkur, tjekkið hvort það sé gott fyrir ykkar húð og hár, en fyrst og fremst tjekkið hvort það sé eitthvað toxic shit í, af því að þú veist, there is a lot og... Mér finnst alltaf í lagi að vera meðvitaður, skilurðu, en þú veist, við lifum náttúrulega bara í þannig samfélagi að það er ómögulegt að vera gjörsamlega laus við allt svona. Já, það bara... Af því þá myndu bara ekki lifa, þú gætir ekki fara út að borða með vinkoninn, gætir ekki fara að djamma, þú veist, maður væri bara... Já, en þú veist, maður vill heldur ekki lifa, myndi í einhver búblu sem er bara, ég má ekki gera neitt, ég lifi svo illa, ég verð að gera allt, skilur, þú veist, þetta er bara... Bara pick your poison og reynda að gera meira. Sýna mildi, þú veist, það er ekki fullkomin, þú veist, við erum bara svolítið að reyna að gera eitthvað besta í öllu og
samfélagið bara þannig byggt í kringum okkur og við erum bara living in some toxic shits. Já. Og þú veist, og ég held að sé bókamála geta allir fundið eitthvað á heimilinu sínu sem einhvern veginn toxic. Ángrís, ég er með bara ilmkerti hérna á borðinu sem bara ekki pottet hérna sojavaks og hérna. Við langar ekki að heimilið mitt lykti alltaf eins og eitthvað, þú veist, hundafíla og fiskisúpa. Alveg bara alls ekki. En ég meina, þú veist, það er samt, það er hægt að velja svona hollari kerti og hollari kertavaks, þú veist, hollari, ekki eins og ég geta þau, en þú veist sem er... Þetta er að fara í andrúmsloftu og inn í lungun. Já, þú veist, þetta er bara, þetta er eins og það sem ég var að tala með lyktina, þú veist, allt sem er svo mikið lykt og svona... En bara, þú veist, perfume, skilurðu, af því nú get ég ekki lifað án þess að vera með ilmvatn. Það er bara... Same, það er endarlega best. Eitt af hlutunum sem ég ætla þá að keep my poison. Já, þú veist, og ég viðurkenni líka því að ég er alveg, þú veist, ég er bara með mína lykt, skilurðu. Og þú veist, ég er bara svona, ok, ég verð bara, en þú veist, ég svona reynir, svona spreyna kannski alveg bara á fötin. Þannig að maður svona reynir, en þú veist... Ég er bara eitthvað hárið. Já, everywhere, nákvæmlega. Og svo var Manuela, dóttir mín sem er 3 ára, hún er svo mikið dúlla og hún er alltaf eitthvað svona skvísa sig upp og eitthvað. Svo var hún bara, mamma, mér langar í svona lykt og ég eitthvað, ó nei. Þú veist, af því að, ok, það er krútlegð, en ég vill ekki að barnið mitt lykti eins og eitthvað ylvatn. Þú veist, mér finnst bara ógeðslega góð lykt af henni eins og hún er, bara, þú veist, bara svona lyktin af henni, bara svona, þú veist. En ég vil ekki hún fara að lykta eins og eitthvað ylvatn og ég er bara eitthvað svona, þú veist, bara nei, þú veist, bara litla stelpur mig ekki fá ylvatn og þú veist, hún bara fór að gráta, þú veist, þetta var svo heartbreaking news. Oh God, fyrsta ylvatnið sem ég eignaðist hét Candy. Svona candyfloss, það var svona body spray í litlu úr hvítu og bleiku. Já, úr Livju. Þetta var svo góð lykt. Oh my God, það voru allar stelpuna. Já. Sko. En bara maður labbaði ganginn, það var bara candyfloss. Já, þetta er bara nostalgílyktin .is, sko. Svo var mamma alltaf með þess að lykt í bílnum. Oh my God. Já. En einmitt, þetta er svona, en ég væri svona svo gett til að potta til eitthvað svona ekki harmful, þú veist, spray sem er eitthvað svona lyktarspray. En ég held að það sé ekki mörg, en ef þið vitið eitthvað, þá megið kommenta þannig að ég geti kannski mögulega að finna eitthvað fyrir Manuelu. Þú veist, að ég er bara eitthvað svona, þú veist, kannski ferði í jólagjöf, mér langar ekki að gefa henni eitthvað, en þú veist, en ég er samt bara eitthvað svona, ég veit ekki, kannski geti ég sett vatn í spraybrúsa, bara eitthvað, þú veist, I don't know, sett svona appisnóni, kannski búa til eitthvað. Já, þú getur kannski gert það. Já, það getur hann alveg veist neitt. Já, lavender. Getting some ideas. Já, lavender. Bara sifjuð allt fyrir svefninu. Já. Sleep tight. Já, kannski eitthvað svoleiðis. Þetta er bara helviti góð þáttur hjá okkur. Já, við erum alveg að detta í lokin, þannig að Þið með endilega kommenta, er ekki hægt að kommenta á Spotify? Jú, getur kommenta á Spotify, getur kommenta á Instagram. Kommenta hvað þið myndu vilja bæta við sem harmful ingredient. Já, hvað er eitthvað sem ykkur finnst vera eitthvað svona, þú veist, svona shocking. Svona, þú veist, ég vissi þetta ekki að veri svona í þessum vörum eða eitthvað svona, þú veist, sem að þið væri til að deila með okkur. Við erum líka að læra, við erum líka að bæta okkur í þessu sem er ástæðan fyrir við tölum mynda og erum að ræða myndir af því að, þú veist, við fáum ákveðnar upplýsingar og svo erum við náttúrulega líka bara að skoða og meta það. Akkurat. En við erum alveg til að sjá hvað öðrum finnst og hver ykkar skoðanir á hlutunum eru af því að, þú veist, we're always willing to learn. Eigum að enda þetta á hvað chatti segir þegar ég spurði hérna hvaða innihaldsefni eru slæm í matvælum? Já, endilega. Bring it. Hann segir hérna, góð spurning. Margir hugsanlegir skaðlegir eða óæskilegir innihaldsþættir geta leynst í matvælum, sérstaklega í mjög unnum vörum. Hér eru algengustu flokkarnir. Númer 1, of mikið salt eða natrium. Það náttúrulega tengist háþrýstingi, hjarta- og æðasjúkdómum og sérstaklega mikið unnum kjötvörum, snakki, sósum og svona instant mat. Viðbæti sykur og sætuefni. Við veitum alveg hvað sykur getur gert og sætuefni, aspartam, acesulfame, K og súkralósi. Já, súkralósi, já. Það er greinlega ekki gott heldur. Langtíma áhrif geta valdið ýmsum kvillum. Óholl fita, transfita og mettaðar fitur, við veitum það, slæmt fyrir aðkerfið og alls konar. Rotvarnarefni og aukaefni, efni. Yes. God damn. Aukaefni sem blekkja gæði eins og MSG og fylliefni, til dæmis hveiti og sterkja. Já. Of unnin kolvetni, hvítur sykur, hvítkveiki,
hveiti og sterkju afurðir, Ok, já. lítið að trefjum og hækka blóðsykur hratt. Best er að velja mat sem er næst náttúrulegum uppruna. Það bara make sense. Make a sense. Make sense. Chatið, our bestie. It's got it going on. En ég menn, hei, svo ekki heldur treystu öllu sem ChatGPT segir. Hann getur verið að fokka í mannstundum. Já, ég menn þetta er náttúrulega upplýsingar á netinu. Já, nákvæmlega. En einmitt, bara do your research. Það er það sem við segjum og við reynum að gera okkar besta í að miðla áfram upplýsingum sem að við höfum fengið og bara svona okkar pælingu stundum. Það er gaman að opna bara umræðina og bara svona... Já, bara fá okkar 2 cents og... Að fólk að pæla. Já, og okkur langar líka að vita hvað ykkur finnst og hver ykkar 2 cents eru í málinu. Við erum svo fyndið, ég er orðin smá svona snobb á, þú veist, eins og ef ég væri að fara að elda eða eitthvað skilur með einhverjum. Að því ég reyni alltaf að velja lífrænt. Já. Og þú veist, þó að kosta aðeins meira, þá er það bara, þú veist, instantly það skil grípi í, skilur, að því ég finna til dæmis bara að lífrænt pasta versus Euroshopper pasta, hversu mikið það fer verri í mig Euroshopper pasta, skilur, mér verður meira illt í maganum. Þú ert að velja og hafna. Já, ég er að velja og hafna og ég er bara búin að gera mitt research að ég finna actually á mér. Ég er orðin snobbuð, þú veist, þegar ég sé bara eitthvað, fólk mæta bara með, þú veist, Euroshopperinn og bara maður bjóða te, þetta er Euroshopper te. Þú veist, but no, take that shit away. En ég menn, þú mátt er ég svo eina sem er orðin þannig? Eru fleiri? Nei, þú veist, þú mátt líka alveg vera. En þú veist, ég er einmitt eins eins og bara sem dæmi ólífólíun sem ég kaupi. Já. Þú veist, að því ég tek alltaf skeiða ólífólíu á morgnana og ég, þú veist, reyna að gera það svona fyrir hverjum máltíð en ég gleymi því mjög oft við ekki. Já. En einmitt, ég kaupi að þú veist, það skiptir máli hvaða ólífólíu ert með. Já. Þú veist, þetta má ekki vera einhver, þú veist, bara unnin ólífólíu eða eitthvað svona viðbjóður. Þannig ég kaupi, þú veist, ólífólíun sem kostar legit 2500 kall eða meira. Þannig extra virgin, organic, einmitt. Og þú veist, en það er líka því bara eitthvað, ok, ólífólíun er óslega holl. Ég vill taka hana inn, skilur þess að þetta er ekki eitthvað sem ég þarf að gera og þú veist, þetta er bara svona, þú veist, ok, þannig að ég ætla að velja það besta sem er á markaðnum. Þannig að maður er eitthvað svona, ef ég get valið það besta og ég veit að það er það besta, þá vel ég það. Líka þú veist, það meikar alveg smá sens að ef eitthvað getur verið svona ógæðslega ódýrt, bara eins og fólk er að tala um föt frá Shein, skilur, að það sé ákveðið chemicals í þessum fötum sem á ekki verið í öðrum. Þú veist, við erum ekkert búin að kafa það djúpt ég get staðfest neitt, skilur, en þá hugsa ég, ok, hvað með Euroshopper? Já. Af hverju geta þeir verið svona miklu ódýrari og... Pakkanúðlunar sem þú postaðir daginn. Oh my god! Ok, vá, þetta fór bara, þetta var brain fart fyrir mér, sko, ég var bara, hvað er í gangi? Ég fekk svo mikið sent, bara, oh my god, ég ætla aldrei aftur að kaupa þetta var þarna Búdog eða Búbúdog. Já, með þarna öndinu framan á það ekki. Já, eða hvað sem þetta er, önd eða, þú veist, panda eða eitthvað. Já, eitthvað svona, það er eitthvað svona, já, þetta er svona... Búbúdog. Já, Búbúdog. Ég veit ekki, allavega þessar núðlur voru svona nýjar á markaði fyrir svona 1,5 ára síðan. Það eru geðveikt góðar, það var bara að sína bara hérna, þetta, bara þetta eru bara endalaust. Ekki bara may cause cancer og eitthvað svona shit. Jú, bara þetta voru svona 40 eða 50 efni í döðlu sem eru bara ein kjarnorkusprengja. Já, akkurat. Og þú veist bara, við erum bara að éta þetta. Já, nei, no. Og ég mynd, lesi aftur hana, ef það stendur eitthvað svona, þú veist, may cause cancer, don't eat that shit. Það er bara eitthvað svona, það er no-brainer, bara ekki kaupa það. Þannig að en ef við ekki bara enda þetta á þeim nótum bara be safe guys og bara vonandi nutið þið þáttarins og kommentið þið og followið þið og whatever þannig að þetta er okkar geta haldið áfram. Nákvæmlega. See you next time. Já. Bye.